Daníel Jónsson, hvernig stemmingin á þinni úr brautinni? Það gaman að ríða núna. Já, ég allavega fyrir mína parta búinn að vera frekar vel ríðandi. Vonandi á það bara eftir að lagast. Hvað áttu eftir að koma með? Ég áttu að koma með þennan klára Hrannar og svo Arion eftir. Fekk náttúrulega mikinn heiður að fá að ríða Fróða frá Staðatungu áðan, sem ég líka afar vel við. Frábær geðingur. Bara heiður að fá að ríða svoleiðis geðing. Hvað af því sem þú hefur séð úr stúkunni einhverja gæsahúðir? Ég fekk bara gæsahúð þegar ég tók Fróða niður. Það er mín gæsahúð. Jú, og sjá Jóhann Skúlason, bara meira áttar á gamlan og góðan félaga að koma heim og sýna okkur hvað hann er klárur að ríða tölt. Bara gaman að því. Hver er munurinn að ríða svona fyrir klapp og ríða fyrir tölur? Hver er munurinn? Já, tilfinningin. Stundum er grátu grístan tanna og er alltaf gaman að fá klapp. Jæja, Biggi, þú kemur svolítið langt að. Já, það er létt sér að hafa það núna, þetta árið. Þú ert með hest sem að sló svolítið í gegn í fyrra sumar, hestdæmdur. Já, hann er allt svo fyrir að hæfileika, hann hestur yfir sýningarárið í fyrra, 8.94. Hann hefur ekki komið mikið suður, er þetta fyrsta skipti sem hann... Þetta er bara fyrsta skipti sem hann kemur á Suðurlandið. Hvað lýst honum aðeins fyrir okkur? Þetta er rosalega skemmtilegur alhliða hestur með frábæra gangtegundir, hreinar gangskil og ofboðslega gæðslega er svo gott. Þú gefur bara allt inn og slakar og hann er fettar upp á 9.95 hvenær sem er og allir geta riða. Hvernig tilfinningin er það? Er þetta spennandi, er þetta stress eða hvernig lýst þér? Ég vil ég óskup vel sko. Það held ég verið bara gaman. Það er gaman að koma söður og vel vera á meðal margra góða. Svolsögðu. Jóhann Rúnar Skúlason, hvað var 6-faldur heimsmeistari? Í tölti. Hvernig var að koma og fá að leika sér hérna í kvöld? Það var alveg rosalega gaman og sérstaklega náttúrulega á svona góðu hrossi og vel þjálfuð og dömdu af Þorvaldi Árna, vinni mínum. Hún er það vel riðin að meira að segja mjólkufræðingar eins og ég geta riðinni. Já, einmitt. En hvernig er stemmingin hann inni? Hún er góð. Ég hef reyndar ekki verið hérna áður en ég hefur rosalega gaman að koma og sjá þessi geðingar sem eru hérna. Eitthvað svona sem að hefur vakið gæsahúð hjá þér að því sem er komið svo far? Ég er reyndar ekki búinn að sjá allt en mér finnst Fróði rosalega góður hjá Danna. Já, og svo náttúrulega Stormur gamli og svo er rosalega hrifin að þetta er ekki Kynsker, hestur sem að Edda Rún var á. Já, Skjótti. Mér finnst hann svakalega flottur. Heyrðu, Norðurland... Það er búið að segja mér að Óli hafi verið á grárri meri hérna, alveg óðbóðslega flottri. En ég sá hann ekki, en ég sé vídeóna, ég get alveg trú að hann hafi verið meira háttur. Þú að undirbúa fyrir sumarið, er það ekki? Hvað er stefnan? Hvað ertu með nýtt í húsinu hjá þér? Nokki inni eða? Nei, Nokki fór heim bara strax eftir bara mánudegi eftir World Cup. Og er bara góðin í merar eða sem sagt byrja að tappa hann í sæðingum. Nei, þetta er bara trippadót sem ég er með. Það eru tvö eldri hross, meri sem ég á, sem heitir Snugg. Og já, svo er reyndar með Mítasen, hann er bara búinn að vera frá núna í 4-5 vikur. Besti hesturinn á sýninguna að þínu mati? Eftir svona sýningu getur maður ekki sagt besti hesturinn. En jú, reyndar, það var stjörnusjó í restina af sýningunni. Maður har oft verið lítill í sér gagnvart Arioni, en hann var frábær í kvöld. En svo bara vill ég halda áfram að telja upp og það var Reynir frá Hrísdal, virkilega góður. Svo Ómshópurinn, maður getur haldið endalaust áfram að telja en Arion var frábær. Hverjir voru, ég ætla ekki að biðja um einn, það er vist ósanngjarnt, hverjir voru bestu hestarnir eða bestu hrossin á þessari sýningu að þínu mati? Já, það voru mörg góð hross. Ég reyndar sá ekki alla sýninguna, kom ekki fyrir eftir fyrra hliðið
og feikna góða sýningar. Lokaatriðin einhvern veginn heitust í kollinum á manni þegar maður spurður svona beint. En þau voru góður hérna. Í síðustu tveimur atriðunum mjög góð, hæstu hrossin, hæstandi kynbótahrossin á síðasta ári, Jarl og Kolka. Og svo fannst mér gaman að sjá hann hérna, hann frá Kvistum, hann hérna, frá Kvistum með afkomum, mjög gaman. Hann er alltaf frábær sjálfur og þetta var ungum fóli sem að svipaði til föðursins. En það er fullt af góðum hrossum, ekki spurning. Þú bestu hrossin á sýninguna að þínu mati? Það er nú viðkvæmt maður að fara ekki að styggja neina. En Hrynur frá Hrísdal, hann sló mig alveg svakalega. Hann var flottasti hesturinn sem ég sá í dag. En það er margir góðir frábæri hestar sem komu hérna. En ég vil sjá hann í bíóflokknum í sumar. Æðislegur alveg. Rosaleg geta á rými. Þú ert hrossaræktandi, áttir hérna efsta fólan í 2 vetrarflokki, það var undan Spuna. Hvaða hestu hugsaðu að þennan ætla ég að halda undir? Það eru nokkuð margir sem ég væri til í að halda undir. En mér fannst Ómur frá Kvistum, Arion og að má lengi telja. Ég er líka dálítið heitur fyrir að halda undir Héðins Skúla. Og svona, já, skjótti hesturinn frá Hrísdal, mér fannst hann líka, margir hestar, já. En mér fannst Ómur koma mjög sterkur inn, mér fannst það, og fleiri. Já. Takk fyrir það, Eli. Jón Kristófer Sigmarsson, Þulur, hvernig var þetta? Var þetta gaman? Það var frábært, ótrúlegir hestar og bara á hver hesturinn og öðrum sem voru bara með 9 og 9,5 og þetta var bara ótrúlegt sko. Arion finnst mér svona að hafa stóð upp úr, hann var bara frábær og er fleiri hestar svo sem maður gleymir þessu alveg, þetta rann hann hver á öðrum. Þú varst nú frekar dannaðir í kvöld, er það ekki með svona oft? Jú, ég veit ekki hvað maður bjóða sunnlendingum. Við norrlendingar þolum aðeins meira sko. En svona er þetta bara, það verður grófara næst sko. Komdu með sæla. Hvað segir þið? Hvað ertu búin að hafa síðustu viku? Herðu, síðasta vika búin að vera önug en rosalega skemmtileg og gaman að uppskera svona eins og í kvöld. Það var meira áttar. Og stútfullt hús og bara, maður er bara klökkur yfir viðtökunum við söfnuninni og bara öllu sem við erum að gera. Frábært. Sæli, komdu. Það eiga nokkur orð við þig. Þetta var bara til að sleppa sjálfur, sko. Æja, Sæli, þú ætti lokaatriði eða helmikið nær því? Já. Sáttur við þitt fólk? Já, mjög svo. Þetta tókst bara alveg prýðilega, held ég. Ég held að fólk hafi verið nokkuð ánægt með þetta. En önnur hross á sýningunni, hvaða hross, ég ætla ekki að biðja um eitt, það er vist ósanngjarnt, bara hvað fannst þér flottast? Það voru í þessu mjög góð hross, alveg úrvalshross og bara yfirleitt bara mjög gott. Engin nöfn? Nei, svona bara leyfa þessu vera svona. Búin að ákveða undir hvað að fara með þínar bestu hryssur? Nei, ég geri það nú yfirleitt aldrei fyrir svona í lok maí eða svo. Svona þegar ég er búinn í sauðburð og svona, þá aðeins svona fer ég að spá í það svona. Leyfið þeim að kasta. Ég var ánægður í morgun, ég fekk fyrsta fólalduð undan Arion. Brúnskjóta hryssu og það var bara svona... Það hefur ekki verið slys, það getur nú ekki verið hjá þér? Það var ekki slys, það var bara svona til aðeins að hita hann upp fyrir sumarið í fyrra. Undan hverju var sú hryssa? Hún var bara ung hryssa undan honum Snævari Þór og Virðingu. Ekki slys, Sæli? Nei, slys. Nei. Hvenær hélst henni þá? Það var alltaf ekki verið í mars. Það var tímalega. Já.
En þetta, svona þegar hrossaræktendur byrjaði með að klæja í puttana núna að byrja að halda? Eða? Já, aðeins að pröfa þetta. Sáttur við kvöldi? Já, mjög. Þetta var mjög gaman. Mjög svo. Maður er bara endur nærður og getur verið núna nokkra daga eða næstu vikur að hugsa þetta svona fram og aftur. Og hérna flett bókinni? Já, líka. Þetta er alltaf góð bók. Takk fyrir spjallið, Sæli. Kári Steinsson, hvernig hefur það? Ég hef bara mjög gott. Skemmtir þið vel í kvöld? Já, þetta var alveg frábær sýning. Hvað var það sem stóð upp úr á þínu mati? Það er alltaf óbúslega erfitt að gera upp á milli svona atriða. En já, ég eiginlega bara geta ekki. Þetta voru svo mörg óbúslega góð atriði. Búin að ákveða undir hvað María fer í vor? Ákveðastu það hugsanlega kannski í kvöldið? Nei, ja, það getur vel verið hún farið undir einn af þessum hestum sem kom fram hérna í kvöld, sko. Hver er það? Ég vil ekki alveg gefa það upp strax. Ég og pabbi erum búin að vera á stíðum fundum bara en ákveða þetta. Við erum með mikinn valkveða. Þú lítur nú að geta gefið svona nokkur. Hvað er svona, ekki einn en svona hvað er helsta sem þið er að velta fyrir ykkur? Velta fyrir okkur? Ég get bara sagt að svona helstu tveir kostirnir eins og staðir núna er ómur frá Kvistum og Spuni frá Vesturkoti. Þannig að það hefur svona farið í reynslu bolta. En að því sem að var yngst hérna? Yngst? Ég er náttúrulega óbúslega hrifinn af hestinum honum Hring frá Gunnastöðum. Það er náttúrulega hestur sem maður á að nota. Sportari, óbúslega efnilegu sportari. Alveg, þetta var bara frábær skemmtun. Takk fyrir spjallið, Kári. Takk sem við. Takk.